Þannig að sumleyti getum við sagt að þetta bara búið að vera svolítið gott run, að sko ferðaþjónustan hefur hjálpað, margt lagst með okkur og það hefur fjölgað fólki út allt land og fyrsta skipti í 120 ár þá hefur fólki fjölgað í strjálbýli. Og nú allt í einu svona þetta moment þegar menn segja að nú ferðaþjónustan að hægja á og gengið að breytast og það svona viðsjár í efnahagsmálum og þá spyr maður sko, er partíið búið í bili? Lúli, er partíið búið? Hvað heldur þú? Ég held að sé að fara við svona, það er allavega að fara að koma á seinni hlutan allavega. En ég held að partíið mun halda áfram þó að kannski sko, við lækkum aðeins í músíkinni. Þá sé ekkert ástæða til þess að fara að óttast einhverja kollsteypu. Við svona okkur hættir aðeins til að taka svona annaðhvort í ökla eða eyra en ég held að það eru mörg skilyrði enn til staðar sem að ættu alveg að fylla okkur bjartsýni upp á framhaldi þó að það hægja á vextinum, þá er það í góðu lagi, það gefur okkur andrými til þess að byggja okkur betur upp. Fyrirtækin og heimilin í landinu hafa betri fjárhagsstöðu svona almennt og það er gott að byggja á því inn í kannski megurri ár eða magrari ár. Já, og maður líka kannski segja skrítið hvernig ferðaþjónustan hefur komið inn í umræðinu byggðamálin af því að það hefur verið þannig að sko, það var ekki tiltökumál þó var ekki moka nema 3 í viku á einhvern stað. Svo allt í einu segja menn, það er ekkert að bjóða ferðamönnunum upp á þetta. Nei. Og það hefur verið talað það mjög lengi hvað sé mikilvægt fyrir Norðurland að hafa flugsamgöngur heiminn og það hefur aldrei hreyfst fyrir menn segja já, þetta er svo mikilvægt fyrir sko ferðaþjónustuna. Já, en það náttúrulega núna farið að líta á ferðaþjónustuna sem alvöru þáttakanda í efnahagslífinu sko. Ég meina, og náttúrulega efnahagslífið náttúrulega líka drífst eitthvað áfram af væntingum sko, og núna eru, ég meina, umræða núna, hún snýst bara mikið sko væntingar hvað muni gerast í ferðaþjónustu, frekar en öðrum atvinnugreinum sem að þjóðarbúið byggist á. Það er náttúrulega... Ferðaþjónustan er náttúrulega orðin stærst. Ferðaþjónustan er orðin stærst, eins og Dagmar segir sko. Þetta er stærsti gjaldeyrisskapandi atvinnuþátturinn í okkar efnahagslífi. Það var sjávarútvegur og ál, nú er þetta orðið ferðaþjónusta. Já, það er nefnilega málið og líka mér finnst mikilvægt það sem að Lúli benti á að þó að sé að hægjast á vextinum þá er samt ekki að fækka fólkinu sem er að koma að heimsækja okkur. Þannig að ég held við þurfum að setja enn meiri áherslu á að fara að huga þessum sem við erum alltaf að heyra þetta, þessi dreifing ferðamanna landið. Og ég meina, nú kem ég að austan og þar hefur náttúrulega þessi ferðamannaaukning ekki orðið að sama skapi og hún hefur meira sér orðið hér fyrir norðan og Suðurlandinu. Vestfirðirnir og Austurland hafa orðið svolítið útundan í þessari ferðamannabólu. Og að því þú nefndir flugsamgöngu við Norðurland, ég meina það er nákvæmlega það sama og við erum að hugsa fyrir austan. Ég meina við erum líka með alþjóða flugvöll á Egilsstöðum sem er náttúrulega algjörlega vannýttur eins og þessi hérna fyrir norðan. Þannig að maður myndi vilja sjá einhverja meiri áherslu í þessum málaflokki. Þú veist, hvernig getum við stýrt þessari komu ferðamannum til landsins betur þannig að þeir setjist ekki allir á suðvesturhornið og dreifist þaðan heldur að... Það sem má líka kannski segja, að sömuleiðis Austurlandi stendur mjög vel vegna þess að það hefur svo margt. Þess að þið hafið stóriðjuna, þið hafið sjávarútveginn, þið hafið núna fiskeldið og þið hafið sko ferðaþjónustu líka. Það er ekki sterkt eins og annar staðar. Vissulega. Og það er kannski svona hluti af svona partístemmingunni. Þegar menn segja sko, af hverju er þetta nýjast ekki yfirgnæfandi í okkur? Sömuleiðis er það kannski líka hættulegt. Sko. Gæti verið, en þetta skiptir samt máli upp á að skapa fjölbreyttari störf á svæðinu. Af því að vissulega erum við sterk í sjávarútvegi og við erum sterk í álinu. En það er allt þetta hitt sem að kannski hefur svolítið vantað og hefur mikið verið rætt á þessu svæði að eins og til dæmis segjum að flytji fjölskylda austur og annar einstaklingurinn sé að koma að vinna hjá okkur í álverinu að þá og báðir eru kannski menntaðir, segjum að konan sé verkfræðingur og er að koma að vinna hjá okkur og að maðurinn sé félagsfræðingur, hvað á hann að fara að gera fyrir austan. Þannig að það er þetta með að búa til fjölbreyttari störf eða segjum hann sé menntaður hótelstjóri, því við vorum að tala ferðaþjónustuna, að þá hafa það vantar fleiri möguleika. Spurningin er líka bara hvert er konseptið sem við ætlum að vera, við horfum á hvernig Ísland lítur út gagnvart ferðamanninum sem er að koma utanfrá, sko. Við hugsum okkur erlenda ferðamann, ég meina ef þú ætlar að ferðast hérna ekki á yfir háönnina
það að komast bara til Ísland sko, í hugum margra talsvert ferðalag sko. Fólk áttar sig ekki alveg nákvæmlega á bara, ég var mikið að vinum í Bretlandi sko, þeim finnst það að fara til skreppa eitthvað við til Ungverland, það ekkert mál. En Ísland, oh my god, það bara ilminn á netinu. Alveg sama þó maður segir þeim bara, já þetta eru 3 tímar í flugi sko, tæplega það. Já en þetta Ísland sko. Og ef maður alltaf svo til viðbótar að segja við þeir, já hvernig væri svo skreppa bara norður? Það eitthvað óaðgengilegt. Já, en ég held að fæstir ferðamenn sko, sem að kaupa miða til Íslands séu beinlínis að kaupa sér miða til Keflavíkur. Rétt eins og ef við værum að fara til Bretlands, okkur þætti ankannalegt ef við værum að fara upp til Skotlands og ætluðum að setjast á skólabekk eða heimsækja vin í Edinborg eða Glasgow. Okkur þætti skrítið ef við myndum þurfa að fljúga niður til London og fara síðan frá London með lest eða bíl til þess að heimsækja vin okkar í Skotlandi. Og við erum svolítið í svipaðri stöðu hér. Að við erum með Keflavík sem einu gátt landsins til útlanda og vel flesti ferðamenn sem til landsins koma fara ekki lengra en 150 km frá Leifsstöð og það alveg skiljanlegt og nú þegar að skilyrðin hafa versnað þá stytta menn fremur dvalartímann og minnka eyðsluna sem aftur þýðir að skilyrðin verða verri út á landi en ella en þetta þarf alls ekki að vera svona. Það til eins og Dagmar benti á fínt flugvallarmannvirki á Egilsstöðum, stórgott á Akureyri og þetta var nýtt. Mér finnst þetta skrítið hvernig það búið að byggja upp kerfi sem eins og að byggja flott einbýlishús og koma því í frábært lag, láta svo bara hjá líða að mála eða skipta glugga eða gera nokkurn skapaðan hlut sem að kann að koma upp á og innviðirnir liggja undir skemmdum og grotna niður. Það myndi engin einstaklingur gera þetta. Við myndum fara út með pensil og laga gluggana eða mála veggi. En hvað þetta sko? Vegna þess að við nú höfum náttúrulega svo löngu flugsögu og með stórt land, fátt fólk í landinu og sko samgöngur byggðu svo tímabili mjög mikið á innanlandsfluginu. Síðan kemur millilandaflugið inn og það svona fjarað undan innanlandsfluginu hægt og rólega og menn einhvern veginn algjörlega fixerar að það skipti öllu máli að vera með nógu mörg flug frá Keflavík og hugmyndinu það að hvers vegna ekki beint flug frá akkur það ekki markmið okkar að það séu margar gáttir og fólk getur farið, ekki bara ferðamenn komið inn, heldur fólk fyrir austan líka getur farið sko, til London í helgi og verið samstarfið við fólk og svona sko. Ég hef minna kenning það, ég held að málið að íslensku flugfélögin, þau eru ekki að selja ferðir til frá Íslandi, þau eru að selja ferðir milli Evrópu og Ameríku og fyrir íslensku flugfélögunum, allavega mín tilgáta svo að Ísland bara svona einhver millilendingarstaður. Það eins og það frekar erlendu flugfélögin sem reyna að markaðssetja Ísland sem áfangastað í sjálfu sér. Og erlendu flugfélögin, þau hafa ekki þessa baksögu og fyrir þeim kannski nóg vesen bara að koma sér upp. Að yfirstíga þannig þröskuld að fara að fljúga inn út á Keflavík, hvað þá að fara að hugsa einhverja fleiri flugvelli á einhverju smá eyju sem við 300 eitthvað íbúar. En nú erum við með 150 milljarða fjárfestingaráætlun í gangi á Keflavík sem allt í fínu lagi að gangi fram. En við erum að byggja upp innviði sem að þjóna akkurat þeim tilgangi að vera stoppistöð, einhvers konar hlemmur á leiðinni yfir Atlantshafið, en ekki fyrir þær 2,5 milljónir farþega sem að koma til Íslands og að heimsækja Ísland. Við erum að byggja upp innviði sem að þjóna þeim tilgangi að vera skiptistöð, einhvers konar stoppistöð fyrir farþega á leiðinni til Bandaríkjanna. Það ekki einhver leyti bara fangar í þessu gamla módeli þar sem að túrismi til og frá Íslands var bara svona auka afurð af flugi yfir Atlantshafið. Mögulega, það nefnilega alveg góð kenning, það geti verið. Jú, og kannski bara eins og með allt annað að við svo sem byggðum upp Reykjavík sem svona tengipunkt landsins við umheiminn. Þannig kæmi menning og tækni, allt streyma allt landið í gegnum Reykjavík sem þetta gamla módel. Svo verður þessi tæknibylting þar sem að við getum verið í samskiptum með fólk hvert sem og það verður hinn tæknibyltingin sem svo að allt í einu farið að fljúga á litla flugvelli út allan heim og þar viljum við ekki vera með að þó að alls staðar annars staðar í heiminum séu lággjaldar flugfélögin að fara inn á staði þar sem búið að byggja upp nákvæmlega í þessum tilgangi að þar segjum við nei, við ætlum að halda okkur við 1970 módelið. Ég áður en kom þá kíkka ég bara gamni mínu á framboð á flugi til og frá Þórshöfn í Færeyjum í gegnum Vogaflugvöll
og af því að Færeyingar eru kringum 50.000 og bara eins og það sem ég myndi segja að vera upptökusvæði flugvallanna á Egilsstöðum og Akureyri, það er svona 55.000 manns. Þannig að við erum með cirka Færeyjar á þessu svæði og við erum með 2 flugvelli sem gætu auðveldlega sinnt millilandaumferð. En allavega frá Færeyjum þá voru 3 og 4 ferðir þessa daga sem ég kannaði á dag. Til Kaupmannahafnar og annarra staða í Íslands, Reykjavíkur og svo Keflavíkur og svo annarra landa í Evrópu. En þetta segir okkur aðeins svona, þetta er eiginlega varpar upp spurningunni, af hverju erum við ekki að gera þetta? Hvað hefur orðið til þess að við erum ekki að gera þetta? Ég held að það sé bara eins að við erum svo fixeruð á þetta módel Ameríkuflugið og svona stopover konseptið sem kemur út úr því. Og það er kannski eðlilegt að þegar að við sjáum einhverja blikkar á lofti þá reynum við að styrkja það sem var svona einhvern veginn það sem við byrjuðum á. En er þetta ekki líka það að við einhvern veginn erum ekki með góða strategíu um það hvernig við byggjum upp svona innviði? Þetta er bara eins og umræðina núna vegasamgöngunar. Þetta hörmulega slys á Keflavíkurveginum sem að auðvitað bendir að það er náttúrulega ómögulegt að klára ekki tvöföldunina. En hvað gerist? Bæjarstjórinn í Hafnarfirði kemur og segir þetta er náttúrulega alveg hrikalegt að það er 2/3 íbúinn sem búa á höfuðborgarsvæðinu, það er ekki með 3/3 af vegapeningum sem kom hingað. Einhver aðrir segja já en höfuðborgarsvæðið er 1% af landinu, þannig að 99% af vegum er annars staðar og umræðan dettur í þetta ferli í staðan fyrir að segja hvert er endatakmarkið? Hvernig viljum við að vegakerfi líti út á endanum? Ætlum við til dæmis að hafa tvöfalda hringveginn? Ætlum við að hafa tvöfalda vegallarhringinn? Er það endanarmarkmið? Hvaða göng ætlum við að grafa á endanum? Hvernig sjáum við þetta fyrir okkur? Hvaða flugvelli ætlum við að hafa á endanum? Þá held ég að vera miklu meiri sátt það. En svo þetta er núna, það er komin einhver fjárhagsáætlun hjá ríkisstjórninu, hvað megið setja mikla pening í hvern málaflokk. Og síðan er samgönguáætlun, það sem verður að raða mjög takmörkuðum peningum á langt tímabil. Og það sér enginn almennilega markmið, hvert ætlum við, Einhver leyti vantar okkur náttúrulega kannski langtíma hugsun, þessi gamla mitaðum að Íslendingar hugsa aldrei, fyrir þeim er ár, það er bara heillangt fram í tímann, En ég held að það sé alveg rétt, að það þarf að hafa langtíma strategíu, og það er nú eitthvað sem ef maður hoppar yfir eitthvað allt annað, þú veist, þegar menn voru að byrja að byggja upp atvinnuleikhús á Akureyri, þá voru menn ekki að hugsa 5 ár, þetta er meira 50 ár fram í tímann, og ég held að við þurfum að nálgast alla hluti þannig, hvernig á þetta að verða svona þegar við verðum orðin ánægð með það, Já, en hvernig eins og með leikhúsið? Er til dæmis atvinnuleikhús á Akureyri, er það svona ríkismál eins og þjóðleikhús? Er það einkamál Akureyrar? Er það á það að standa undir sér með miðasölu eða segjum við þetta bara skiptir máli fyrir allt svæðið og það eru margfeldisáhrif og þetta leggja pening á hvaðan er peningarna að koma? Það hlýtur klárlega að vera, fyrir mér allavega, svona ríkismál eins og þjóðleikhúsið til að vera þetta, hvað maður að segja, það er ekki nóg að það sé allt ríkis bara í Reykjavík, Það er mjög mikilvægt að hafa menningu og annað slíkt út á landi líka og mér finnst leikfélagið á Akureyri að þjóna því afskaplega vel. Já, en líka eins og við struktúrerum skattkerfið okkar, þá byrjum við, ef við hugsaum ef hinn dæmigerði góðborgari á Akureyri vill halda út í leikhúsi, þá er hann nú þegar búinn að borga alveg hellinga peningum inn í ríkisbatteríið sem fer til að halda uppi leikhúsi í Reykjavík, og svo fær Akureyrarbær einhvern smá bita af þessum peningum tilbaka í gegnum einhvern menningarsamning til þess að borga, en svo þarf Akureyringunum leggja viðbótar pening á móti, þannig að við þurfum eiginlega Við þurfum að borga tvöfalt fyrir. Já, þannig að Akureyringurinn, hann þarf bæði að borga smávegis til þess að halda uppi Þjóðleikhúsinu í Reykjavík og leikfélagi Akureyrar og svo hann á köp sem miða í leikhúsið þar að ekki. En við mætti aðeins bara velta einu upp í þessu samhengi öllu, Við erum að tala um menningarmálin, við erum að tala um samgöngumálin, við erum bara að tala um verkefni ríkisins og sveitarfélaga og því hvernig þessum verkefnum hefur verið skipt upp á milli og síðan tekjustofnum þeim fylgjandi. Er ekki komin bara tími hreinlega þegar við erum alltaf í mismunandi hópum út á landsbyggðinni, í einhverjum hverflöndum að tuða yfir því að
það vantar þetta og það vantar hitt og þetta ómögulegt og þetta ómögulegt og við erum að borga svo og svo mikið til Reykjavíkur og fáum allt og lítið tilbaka. Það er ekki hreinlegast að opna samtali mjög opið bara hreinskilið samtal. Viljum við halda landinu öllu í byggð? Algjörlega, ég held við þurfum að taka Við endum alltaf þar vegna þess að sko eins og ríkið byggt upp eða landið byggt upp í dag, þá eru flestar miðlægar stofnanir í Reykjavík sem þýðir að allir utan á landi þurfa þangað sitt að sækja þessa eðlilegu þjónustu, hvort sem að það er menning eða heilbrigðismál eða málarekstur í ráðuneytum eða hvað sem er. Ef að þessu væri öðruvísu farið og það væri einlægur vilji og eindregin stefna stjórnvalda að hafa landið allt í byggð og nýta alla kosti landsins. Þetta snýst ekki ölmusu. Það snýst að nýta þau tækifæri sem eru út allt. Við erum að sporðreisa landið miðás þannig að sko suðvesturhornið er að soga sífellt meira til sín þó að eins og Þóroddur benti á það er þá í fyrsta sinn í 120 ár sem að það eru breyting á þessu. En þá getur við aftur, tökum leikhús aftur sem dæmi, sko. Við viljum hafa menningu. Klárt. Og þannig að sko, fólk í Eyjafirði borgar peninga til að halda við menningu. Tónlist, leiklist, myndlist og svo framvegis. Þetta kerfi sem við erum með, þar sem við sendum alla peningana suður og þar er tekin ákvörðun að senda þá annað. Af hverju gerum við þetta svona? Af hverju borga Eyjafirðingar ekki bara í menningarsjóð Eyjafjarðar? Og það sé þetta að meta það hversu mikið á að fara að byggja upp miðlægt Akureyri, hversu mikið á að fara í sko, symfóníuhljómsveit Norðurlands eða í tónlistarkennslu á smærri stöðum, hvernig viljum við hafa leikfélagi og viljum við sko, nota eitthvað þeim peningum til dæmis til þess að fá stór leikhús í Reykjavík til að koma með gestasýningar. Sko, þurfum við ekki að útskýra af hverju gerum við þetta ekki svona. Frekar heldur en auðvitað að segja já, svona hefur þetta alltaf verið og þetta rökstyðja það sérstaklega ef þú ætlar að færa þetta nær fólkinu. Ættum við ekki bara að byrja að segja við viljum menningu, við erum alveg að borga, þetta eru okkar peningar og ef það átti að fara í gegnum eitthvað miðlægt batteri í fjarlægum landshlutum þá þarf að rökstyðja það sérstaklega. En Þóroddur, gæti ekki vandamálið þarna það að þetta myndi kannski ganga upp hérna í Eyjafirði sem er nokkuð fjölmennt svæði og gæti staðið undir svona en ef við förum út í fámennari byggðarlögin að það er kannski ekki náðu mikill massa fólki til að byggja upp einhvern vænlegan svona sjóð og þess vegna kannski treysta á að komi mótframlag frá ríkinu. En þú tekur bara, þú veist, leikhóp á Borgarfirði eystra. Sko, hvort skiptir meira máli fyrir Borgfirðinga að það sé sko heimsklassa leikhús í Reykjavík eða setja að kaupa búninga á fyrir sýningunni sem verður að setja upp á staðnum. Ef fólk vil hafa leiklist í lífi sínu, sko, þetta er ekki bara svona abstrakt að það sé gott fyrir sko að því við erum þjóð, við erum þjóðleikhús, heldur viljum hafa leikhús í okkar lífi. Við viljum skapa leiklist, við viljum búa til á okkar heimaslóð. Það er alltaf hvatinn væntanlega í menningarlífinu og listasköpun. Og það verður náttúrulega að vera það að því að aðgengi fólks, hvort sem það borgar fyrir Eystri eða Akureyri eða hvað það er náttúrulega mjög takmarkað að þessu þjóðleikhúsi okkar af því að, ég meina, það er dýrt að fara til Reykjavíkur og allt það, þannig að við þurfum að geta skapað okkur tækifæri á stöðunum sem við búum. Ef þú býrð ekki á höfuðborgarsvæðinu, sko, og þið langar að fara og njóta heimsklassa leiklistar eða tónlistar, sko, er ekki alveg gott að kaupa sér bara miða til London eða eitthvað. Keyra í 6 tíma og fara á Keflavík. Já. En líka við berum saman sko menninguna og kannski heilbrigðisþjónustu. Ef við segjum sko, jú, ég vil hafa aðgengi að heimsklassa heilbrigðisþjónustu eða góður í heilbrigðisþjónustu, er einhver leið til þess að koma henni allri upp á Akureyri? Augljóslega ekki, sko. Þannig að, ég meina, fyrir mig sem borgara þá kannski, innan gæðslappa, meikar meiri sens að borga inn í þessa sameiginlega pott fyrir aðgengi að þessari þjónustu í Reykjavík. En sko, já, mun ég þjást ef að sem sagt, leiklistarstarfsemi á Akureyri er bara borguð af þeim menningarpenningum sem verða til á Akureyri, frekar heldur en þessa ölmusum sem kemur að sunnan sko, inn í reksturinn. Það er engar stóra fjárhæðir sem verða að koma þaðan. Sko. Nei. En vitum við það, sko, þetta er allt orðið svo ógagnsætt. Sko. Það var auðvitað þannig að þú gast bara að fletta upp á þessu fjárlögunum og séð hvað var mikið að fara til menningarmála á Austurlandi. Ég get alveg sagt þér að ég gerði alveg og það kannski, sko, ég gerði heiðarlega tilraun til að finna það út, sko. En ég augljóslega, þú veist, það skortir eitthvað upp á
bara andlega vitsmuni til þess að ráða við þetta verkefni. En þetta er algjörlega ógagnsætt, sko. Sjálfsagt er hægt að finna þetta út einhverju plani, en svona venjulegur meðalgreindur háskólaborgari ræður ekki við það. Þannig ég veit ekki nákvæmlega í dag hvað fyrir mikið frá ríki til bæjar og frá bæ til menningarfélags og frá menningarfélagi til ef við höldum okkur áfram með leiklistina, sko. Þannig er í rauninni þessi pottur orðið mun gruggur heldur en kannski var, þrátt fyrir alla stefnu og tala gagnsæi og Já, ég get sagt þér hvað fór mikið í leiklist fyrir 10 árum síðan, sko. Ég get ekki sagt þér hvað fór mikið í dag. Það ekki góða fréttir. Nei, þetta er auðvitað vandamál fyrir bara upplýstu umræðu, því að ef við tökum menningarmálin sem eru kannski mest skökk af öllu, sko, að þá var það þannig síðast að þetta var að sjá þetta í fjárlögunum, að það var 90% af öllum útgjöldum menningarmála á höfuðborgarsvæðinu. Og það er að taka lítil dæmi eins og listamannalaun, 90% af þeim eru á höfuðborgarsvæðinu. Og við erum bara föst í þess að segja, þetta er ábyggilega svona ennþá. Og svo verið að gera einhverja breytingar, það verið að gera menningarsamninga og sóknaráætlanir og það á að efla menning út um allt. En við vitum ekkert hvað er að gerast, er þetta að skána? En mér langar að spyrja þig, Þórhallur, að einu. Þegar ég man bara eftir því að þið Jón Þorvaldur gerðuð býsna viðamikla skoðun á tekju- og útgjaldaskiptingu Norðausturríkis sem þá var kallað með það hversu miklir fjármunir í rauninni, hver mikil skattheimta, skattfé fór til miðlægs ríkisvalds og hversu mikið kom tilbaka til landshlutana eftir að hafa farið í gegnum ýmsa gruggu og potta kannski við Austurvöll. Og ef ég man rétt þá var þetta einhvers staðar að við borguðum 2 krónur og fengum eina tilbaka. Jú, þetta er misjænt eftir landshlutum, eins og fyrir á Vestfjörðunum er þetta alveg klárlega þannig. Já. Að það er svo lítil opinber þjónustöðar. Fyrir austan dæmis þá leggja á Austurlandi leggur fólk miklu meiri í sameiginlega sjóði heldur en að fara tilbaka þó að sé verið að taka tillit til samgöngu framkvæmda svo framvegis, sko. Hérna á Norðurlandi er þetta kannski pínlítið öðru því að Akureyri er svolítið þung, sko. Já. Og við getum sagt að Norðurland algjörlega stendur undir öllum þeim ríkisútgjöldum hér eru, þar með töldum öllum landbúnaðarstyrkjum og öllum samgöngum, öllu sem gert er hér og gott betur, sko. Þannig að þessi hugmyndi það að peningarnir er heim í Reykjavík og það sé svona maður fyrir borðið að peningarnir er sendið tilbaka. Já. Þetta er náttúrulega sumlegt er þetta eðlilegt. Ef þú ert í Reykjavík og þú vinnur í stjórnsýslunni, að þá ertu auðvitað að hugsa það hvernig get ég byggt upp effektífa, kost-effektív stjórnsýslu og þá horfir þetta út frá þér. Ef þú ert að horfa á Austurlandi og peningarnir væru fyrir austan, þá myndum við náttúrulega hugsa svona. Við segja, við viljum ekkert endilega vera með taugaskurðlækningar á sjúkrahúsinu fyrir austan, skiljiði. Það eru ákveðin hlutir sem við viljum geta gert vel hér. Aðra hlutir viljum við fá annar staðar frá. Þannig ég held að menn gera alltaf mikið úr því að ef að peningarnir væru nær notendunum, að þá myndi menn einhvern veginn hafa sér óskynsamlega. Auðvitað viljum við fá góða þjónustu og við vitum það að sumt er betur sett samþjappað og annað er betur sett nær okkur. En er það ekki mannlegt líka og verðum við ekki öll að gangast við því, hvort sem við búum fyrir austan eða vestan eða norðan eða sunnan. Við erum alltaf í okkar heimssýn, þá verðum við dálítið heimóttarlega eða nærsýn. Og okkur finnst langeðlilegast að fjármununa sem við höfum hér í buddunni hjá okkur eða til ráðstöfunar ef við sitjum í ráðuneyti, því sé ráðstafa hér akkurat í nærumhverfi okkar þar sem við þekkjum til eða kerum fram hjá daglega eða annað slíkt. Einhver önnur vandamál sem að kunna vera til staðar eða þörf til útgjalda eða uppbyggingar, það er einhvers staðar annar staðar og langt í burtu sem þú sérð ekki og þar að leiðandi kemst það bara ekki á dagskrá. Og þetta væri í rauninni heldur bara ein leið til að leysa þetta væri að færa ráðstöfum fjármununa nær uppruna þeirra út í landslutunum, þannig að hver landsluti hafi einfaldlega meira ráðstöfunarfé á heimaslóð heldur en í miðlæga hít. Og við megum ekki gleyma því að landsbyggðirnar eru gífurlega mikilvægar höfuðborgarsvæðinu því að þar verður náttúrulega langmest af tekjunum og gjaldeyristekjunum okkar til. Við megum ekki gleyma því. Klart maður. En mér langaði að spyrja ykkur einu strákar, urðuð þið varir við kvennafríið í síðustu viku? Já. Þetta var alveg sýnilegt í háskólanum þar sem ég vinn, sko. Og nota bene, ég var nú að kenna, ég var með ekstra langan málstofutíma þennan dag og var í svona ákveðinni klemmu langstærstu hluti af nemendunum eru konur, sko. Þannig ég sjálfsögðu sagði, klukkan 2:55 þá bara verið þið að ráða sjálfar hvort að þið labbið hérna út. Ég verði að vera í vinnunni áfram, sko, en þið farið þið viljið. Og fóru margar?
Nei, þær virtust... Þú hefur verið svona skemmtilegur. Þær virtust telja að það væri og mikil áhætta fólkin í því að skilja mig þarna innan eftir. Já. Mögulega að tala um eitthvað skemmtilegt. Já. Við vorum stóðum fyrir viðburði hjá Alcoa Fjarðaáli þar sem ég vinn og buðum konum að koma á samstöðufund. Og það var afskaplega gaman að geta boðið upp á þann vettvang. Það voru nú svona kannski aðalega konur úr Fjarðabyggð sem að komu og einhverjar ofan héraði meira að segja líka. Þannig að og þar flutti Jóna Árný sem framkvæmdastýra Austurbrúar erindi og hún kom svona aðeins inn á stöðu kvenna á landsbyggðinni og sérstaklega náttúrulega á okkar svæði fyrir austan. Þannig að svolítið merkilegt að konur fyrir austan, þar tekjubil milli karla og kvenna langmest áberandi, vissu þið það? Já. Og það náttúrulega kannski ræðst svolítið að störfunum sem við höfum, mikill sjávarútvegur þar sem karlar eru dominandi og álvinnsla sem eru líka karlar í meiri hluta. Þó við séum að gera okkar besta til að breyta því en það kannski gengur hægar en við vildum sjá. En þetta dálítið merkilegt af því að það var hún Tinna Halldórsdóttir sem starfar í Austurbrú var búin að gera útreikninga, hún félagsfræðingur og var búin að gera útreikninga á því að það má svona nánast leiða líkum á því að konur á Austurlandi séu eiginlega ekki fjárhagslega sjálfstæðar. Þá náttúrulega kannski kemur þetta aftur af spurningunum fjölbreytni starfa og... Akkurat, já. Já, en auðvitað það þannig að, jafnréttismál sem byggðamál. Þetta náttúrulega mjög interessant, hefðbundin skipting var auðvitað þannig að karlastörfum voru mjög vel launuð og kvennastörfum voru illa launuð. Nú þessi menntarbylting sem hefur orðið, hún þannig að það eru fleiri konur en karlar sem fara í háskólanám, sérstaklega í landsbyggðunum. Það mesti munur, það miklu hlutfallslega meiri munur á menntun karla og kvenna í dreifðari byggðum heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Og hvað þýðir þetta? Og hvað Þetta þýðir náttúrulega meðal annars að ef það eru síðan engin störf í boði á landsbyggðunum fyrir þessar konur að koma aftur í eftir að þær mennta sig og koma þær náttúrulega ekki aftur. Og þetta verður til þess að verður alltaf meira og meira ójafnvægi. Ég meina það ekki gott heldur ef að köllum fer verulega að fjölga á ákveðnum svæðum og konum fækkar, það getur leitt til alls konar félagslegra vandamála og þetta eru bara hlutir.